Þá kom að fjórða lið á dagskrá, það miðbær, uppfærslu deiliskipulags, til máls tekur bæjarfulltrúi Þórhallur Jónsson. Forseti, ágætu bæjarfulltrúar. Taka niður grímun og finna þetta hérna. Ég vil setja upp gleraugun. Hér fjórði liður í fundargerð skipulagsráðs. Fyrirgefið, annar liður í fundargerð skipulagsráðs dagsetti 24. febrúar 2021. Lögðu fram endurskoðuð tillögu að breytingu á deiliskipulagi miðbæjar Akureyrar. Hafa verið gerðar ýmsar breytingar á tillögunni til þess að koma á móts við athugasemdir og umsagnir sem bárust við drög að tillögu sem kynnt voru í desember síðastliðnum. Auk þess sem niðurstaða vindgreiningar hefur haft áhrif á útfærslu byggingarreita, gróðurskipulags og skilmála. Skipulagsráð leggur til við bæjarstjórn að tillaga breytingu á deiluskipulagi miðbæjar Akureyrar verði auglýst samkvæmt 1. málsgrein 41. greinar skipulagslaga nr. 123 frá 2010. Takk fyrir. Það bæjarfulltrúi Þórhallur Jónsson lokið máli sinu. Orðið laust. Næst tekur til máls bæjarfulltrúi Hilda Jana Gísladóttir. Forseti, ágætu bæjarfulltrúar, ég vil bara fagna því að þessi tillaga sé komin á þennan stað og þakka bæjarfulltrúa Þórhalli fyrir þetta innlegg. Þetta hefur auðvitað verið til umræðu ansi lengi og því fróðlegt að sjá verkefni fara í auglýsingu. Það eru auðvitað skipta skoðanir ýmsa þætti málsins, en ég held að við séum að ná að fara í einhvern farveg sem allir geti verið sáttu við og finnst mikilvægt að við drifum málið áfram og setjum það í auglýsingu. Síðan getum við rætt öll á einhverjum tímapunkti hvað það er sem við erum hrifin af og ekki hrifin af, hvort sem við gerum það í dag eða síðar. En ég allavega ánað og mun greiða atkvæði með því að við setjum þessa tillögu í auglýsingu. Takk fyrir. Það bæjarfulltrúi Hilda Jana Gísladóttir lokið máli sinu. Orðið laust. Næst tekur til máls bæjarfulltrúi Andri Teitsson. Forseti, ágætu bæjarfulltrúar. Ég vil lýsa ánægju með þessar tillögur sem eru komnar fram og sérstaklega vekja athygli á þeirri viðbót sem komin núna, það er að segja greining á áhrifum vinds á byggingarnar og umhverfið þeirra. Ég viðurkenni alveg að ég átti ekki von á að sú greining myndi skila miklu, þannig að en það kemur mér á óvart og bara ánægjulegt að sjá hvað svo lítill gróður og svo lítill breyting á lögun bygginganna, jafnvel bara efnisval í þakskeggi og ýmsu þess háttar, getur haft mikil og jákvæð áhrif, þannig að þetta verður spennandi. Og svo vil ég segja bara almennt að, sem hefur reyndar komið fram áður, að vinnuhópurinn sem að fjallaði þetta skipulag, þar voru að sjálfsögðu margvíslegar skoðanir, en niðurstaða hans er heildarsamkomulag sem að byggir að sjálfsögðu á málamiðlun, sem að vonandi mun skila okkur fram á veginn. Það eru náttúrulega stóru tíðindin ef við getum núna farið að framkvæma af krafti á þessum reit. Takk fyrir. Það bæjarfulltrúi Andri Teitsson lokið máli sinu. Næst orðið laust ætlaði ég nú að segja. Það sem enginn hefur kvatt sér hljóðs, þeir sem geta samþykkt að setja þetta í auglýsingu gefur merki. Það eru 11.